Hvað er hraði og hvernig reiknum við hann? Jú, hraði er bara vegalengd deilt með tíma. Ef ég keyri 200 kílómetra á 4 klukkustundum, þá fæ ég að þetta eru 50. 50 hvað? Jú, einingin er hérna, kílómetrar á klukkustund. Ég sé eininguna hér, því þetta eru kílómetrar á klukkustund. Ég get sett í raunin hvaða lengdareiningu sem er og hvaða tímaeiningu sem er. Við erum mest að nota kílómetra á klukkustund eða metra á sekundu. Getið fundið myndband sem ég bjó til hvernig maður breytir hann á milli. Við getum líka verið með metra á klukkustund. Þá er ég að mæla eitthvað sem fer frekar hægt. Ég get verið með millimetra á ári. Ef ég er að mæla til dæmis bara hvað tré þyknar mikið á einu ári, þá get ég mælt í millimetrum á ári. Ég get líka verið með kílómetra á sekundu. Ljósið fyrir 300 kílómetra á sekundu. Við þurfum bara að vera með eitthvað það sem við fáum, því ef ég ætla að umreikna eitthvað yfir í kílómetra á klukkustund, þá er það, kílómetra á sekundu, þá verður það 0,000 eitthvað eða það verið bíl til dæmis. Þess vegna segir það okkur ekkert að vera að nota þetta nema þegar það er eitthvað sem er rosalega hratt, nota þetta eða eitthvað, þessu líkt er eitthvað rosalega hægt. Í flest svona sem við reiknum hraða í okkar daglega lífi, þá erum við að nota kílómetra á klukkustund eða metra á sekundu, því þá fáum við eitthvað svona þægilegar, eðlilegar tölur til þess að vinna með. En hraði er vegalengd deilt með tíma.